Komið sæl, velkomin á þessa málstofu útflutning. Hugmyndin að tala hérna mjög opinskátt hvað þarf fyrir nýsköpunar og lítil fyrirtæki að fara í útrás, hvað virkar ekki. Og Georg heiti ég Lúðvíksson einn stofnenda og framkvæmdastjóri Meniga. Og með mér hérna eru Erlendur Steinn Guðnason, framkvæmdastjóri Stika, Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri Tulipop og Inga Jessen sem master í alþjóðaviðskiptum og hefur verið að vinna rannsókn útflutning. Við ætlum að byrja með því að ætlum öll að kynna okkur stuttlega okkar fyrirtæki, sérstaklega með tilliti til útflutnings. Og Erlendur, vilt þú kannski byrja? Takk. Góðan daginn. Erlendur Steinn heiti ég og framkvæmdastjóri Stika. Ég tóku þessu hlutverki núna bara fyrir þessu ári en ég búinn að vera undanfarin svona 12 ár í stjórnum bæði í fjarskipta og hugbúnaðargeiranum og svo sem komið að útflutningi með einum öðrum hætti svona í árdaga 2002 þá var eitthvað lítið fyrirtæki hér, 30 manna fyrirtæki sem var velta fyrir að setja tölvuleik á stofn og ég hjá Símonum þá fékk það verkefni að byggja upp þjónustuver fyrir tölvuleik sem heitir EVE Online og gerði það hér á vegum Símans, þannig að það var svona fín, kannski fyrsta stóra útflutningsverkefni sem ég kom að og sjáum hvernig það hefur gengið í dag, svona eitt af þessum góðu dæmum hvernig vel hefur tekist til í útflutningi á íslensku hugviti. En mig langar að segja ykkur örlítið frá Stika. Og Stiki 21 árs gamalt fyrirtæki og svona hefur alla sína tíð byggt á rannsóknar og þróunarverkefnum, góðu samstarfi við háskólasamfélagið og aðra samstarfsaðila og í þessu gegnum það hugvit og það þekkingu sem hefur byggst í gegnum það starf hefur verið að finna okkur svona ýmsa þætti sem við talið vera vanlega til þess að afla okkur tekníkum. Þannig að við farið í ýmis verkefni sem hafa kannski ekki endilega verið fyrir sér með hvernig tekjurnar myndu koma en við höfum aflað okkur þekkingur hugviti á ýmsum sviðum og í kringum þau verkefni þá hefur starfsemin vaxið og dafnað. Og okkar svona svið hefur verið aðallega kringum upplýsingaöryggi en líka kringum heilbrigðisstarfsemi. Og við höfum voru fyrst fyrirtæki í Íslandi til að vera bæði vottuð á ISO 9 steinum og 27 steinum og við höfum verið að þróa hugbúnaðarlausnir byggðar á má segja þessu tveimur þekkingarstólpum fyrirtækisins, bæði sem sagt upplýsingaöryggismál og áhættustjórnun og síðan heilbrigðisgeirinn. Og við vinnum með Microsoft lausnir og við erum partner síðan 2006. Man kan segja ykkur frá þeirri vöru sem við erum að flytja út. Hún heitir NF Studio og þetta hugbúnaður sem við byrjum að þróa árið 2005 í raun og veru eins og allt í kringum okkar eigin svona áhuga á þessu sviði og okkar ráðgjafavinnu og rannsóknarverkefni á þessu sviði. Við sáum þarna verið þörf á markaðinum og töldum að þarna getum við gert hlutin eitthvað einfaldlega. Og við setjum þennan hugbúnað saman fyrst til þess að starfa á íslensku markaði og hjálpa íslensku fyrirtækjum að afla sér að ná meiri árangri í innleiðingu á þessum stjórnkerfum, í kringum upplýsingaöryggi og í kringum gæðastjórnun. Og þetta hugbúnaður sem fellur inn á þessu alheimssvið sem kallað GSE eða Governance, Risk and Compliance. Það mjög stór svið hugbúnaðarsvið og talið vaxa 24% ári, þannig að þetta tiltölulega ungur geiri í sjálfu sér þó við séum búin að vera nokkuð lengi að vinna í honum. Og við erum staðan í dag það að við erum komin til 17 landa. Þetta vegferð sem við höfum verið að vinna í langa tíma að og kannski svo kemur að þá ekkert í útflutningi eitthvað sem gerist yfir nóttu. Og þetta þau 17 lönd sem við erum komin til í dag og mér langar bara örlítið stuttlega að segja ykkur frá því hvaða leiðir við höfum prófað og sem kannski segja ykkur betur eftir hvaða sem hefur virkað og ekki virkað. En það leiðir sem við höfum prófað við áttum mjög góða vinnu í kringum útstím sem ég hveti ykkur endilega til að skoða ef þið hafi ekki nú þegar gert. Við leituðum að partnerum bæði í Þýskalandi og í Bretlandi. Við unnum að heimamarkaði eins og ég sagði áðan. Kannski ég ætla að taka það fram vegna þess að þetta er mjög mikilvægt að afla sér eins mikillar þekkingar og reynslu sem næstmanni áður en maður leggur í það stóra verkefni að horfa
horfa út fyrir landsteinina og það hefur við gert, bæði í kringu ráðgjöfun eins og ég sagði áðan og sölu hugbúnum hérna heima. Nú í þriðja lagi höfum við líka stofnum við raunverulega dótturfyrirtæki söluskrifstofu í Bretlandi og öflum okkur þar samstarfsaðila til þess að greina markaðinn og vorum með starfsemi þar við það að afla þessum hugbúnaði þá brautagengi á Bretlandsmarkaði og við erum með samstarfsaðila í Þýskalandi og við erum með samstarfsaðila í Þýskalandi og raunverulega á fleiri stöðum líka. Nú í fjórða lagi þá ákveðum líka eftir við prófum að fara þessar leiðir að selja hugbúnað. Góðan dag, heyrið í mér? Já. Maður getur bara haldið utan svo mikinn fjölda, maður man ekki eftir fólki, heldurðu, ef þú ert að hitta mjög marga, heldurðu eitthvað eftir viðburð eða eftir tengslaráðstefnu, heldurðu eitthvað skipulega utanum þetta? Ertu með, eitthvað kerfi á þessu? Ef að reyna allt áfram. Fjórða leiðin sem við farið í gegnum er raunverulega það að selja vöruna beint í gegnum netið og það hefur þetta verið svolítið mjög áhugaverð leið og einhver ykkar hafa eflust reynslu þeir líka. Og við erum með vöruvef þar sem við bjóðum vöruna til sölu og við erum búin að vera að vinna mjög markvisst að þeirri útflutningsleið núna í þó nokkur ár og öðlast umtalsverða reynslu á því. Þannig þetta svona þær fjórar leiðir sem við höfum farið í að selja vöruna okkar, eina á innanlandsmarkaði og hina 3 í útflutningi. Og ég ætla ekki að segja ykkur meira í bili. Gefa það nokkuð til spurningum. Takk fyrir. Góðan daginn, Inga heiti ég. Ég er með master í alþjóðaviðskiptum og framkvæmdi rannsókn sem var liður af meistaraverkefninu mínu. Talaði þar við 15 sprotafyrirtæki, íslensk sprotafyrirtæki sem voru svokölluð Born Global fyrirtæki. Kynningu á sjálfum sem sagt. Þau voru sem sagt stofnuð með það í huga að fara inn á erlenda markaði. Markmið með þessari rannsókn var að komast að því hvort að fyrirtæki væri með ákveðnar stefnur og hvort að þeir framfylgdu þeim til þess að komast inn á erlenda markaði og einnig til þess að skoða bæði innri og ytri hindranir fyrirtækja þegar þau væru að sækja inn á erlenda markaði. Þetta voru 15 íslensk sprotafyrirtæki, 12 af þeim voru hugbúnaðarfyrirtæki og helstu markaðin voru Bandaríkin og Norður-Evrópa en þeir voru samt, flest fyrirtækin voru að fara inn á fleiri staði heldur en það. Þessi hugbúnaðarfyrirtæki voru bara í mismunandi geirum eins og í heilbrigðisgeiranum og tölvuleikjaiðnaði og bara name it, þeir voru alls staðar í öllum iðnum og ítti ég núna okkur. Þetta er sem sagt niðurstaða rannsóknarinnar þegar við ekki mátt kannski minnast á það en ástæðan er svo að varðandi inngönguleiðir fyrirtækja þá voru mjög mörg sem sögðu bara já við bara köstum okkur út í djúpulaugina, voru bara með trial by error og svo fengum við fullt af peningum og styrkjum til þess að hefja markaðssetningu á erlendum mörkuðum. Héldum bara að við getum bara seltu vöruna frá Íslandi og bara mætt á staðinn og allir vildu kaupa vöru frá okkur en svo var raunin önnur. Þannig að fyrirtækin enduðu á því eftir alþjóðavæðingu að fara tilbaka og hefja alþjóðlegt tengslanett og reyna að finna samstarfsaðila á þeim mörkuðum sem þeir vildu sækja á. Þannig að í staðinn fyrir að fara réttu leiðina sem er að vera inn á íslenskum markaði, fara svo inn í networking, finna svo inngönguleiðir og þá fara inn á erlenda markaði að þá bara slepptu öllu, fóru beint í lokin og eyddu fullt af milljónum og tíma og hugsuðu það málið upp á nýtt. Þannig að ég ætla ekki að segja meira núna af því hann talaði svo lengi. Nei. Þannig að Helga. Okay.
Hvað hérna? Já, skal sjá. Þetta að hafa þetta hérna svona. Já. Já, góðan daginn. Helga Árnadóttir heiti ég og ég semst annar stofnanda fyrirtækisins Tulipop. Ég ætla svona að byrja að segja ykkur bara aðeins frá því hvað Tulipop er. Tulipop er semst fyrirtæki sem stofnað í byrjun árs 2010 og ég er semst með viðskiptabakgrunn en hérna Signý sem stofnaði félagið með mér, hún er vöruhönnuður og teiknari og það sem þið sjáu hér, þetta er svona hjarta í Tulipop. Tulipop er þessi ævintýra eyja, heillandi ævintýra heimur, þar sem að búa 13 litríkir og skemmtilegir karakterar. Og þannig á myndinni sjáu þið svona 5 aðal karakterin í Tulipop og veitu nú við. Ég kom ekki við neitt, þannig að það er svona spurning hvað. Jæja, hérna. Já, það er sem sagt hérna Gloomy hérna, og Bubble, þetta eru sveppasystkini sem eru svona vinsælustu karakterinir í Tulipop. Og hver og einn íbúi í Tulipop hefur sína sögu. Þetta er ævintýra heimur, þetta er hérna fjölbreyttur heimur þar sem að allir hafa sína sögu og einkenni. Þannig að þetta er svona hjartað í fyrirtækinu. Og það kom út bók núna fyrir síðustu jól sem Margrét Örnólfsdóttir skrifaði, þar sem er svona lýsing á þessum heimi. En bransinn sem við erum í er semst þessi markaður fyrir svona character goods. Það er sem sagt vörur þar sem að svona heillandi karakterar eru í lykilhlutverki. Og það sem við gerum og kjarninn í okkar starfsemi er að búa til gjafavörur með þessum myndheimi og persónum á. Og þú veist, það má horfa á önnur dæmi eins og Hello Kitty eða Barbapappi eða eitthvað sem eru svona í þessum character goods bransa. Og við höfum svona markað okkur þá stefnu að leggja áherslu á sem sagt vandaðar og fallegar vörur sem geta náð inn í svona þessar hönnunarverslanir og hérna verslanir sem leggja áherslu á fallega gjafavöru. Aðal markhópurinn eru krakkar en í raun börn á öllum aldri því að þetta nær hérna yfir hansi stóran hóp og hérna og svolítið skemmtilegt að það bæði sko foreldrunum og krökkunum sem finnst gaman að kaupa Tulipop vörur. Og við erum sem sagt með gjafavörulínu sem er borðbúnaður, húsbúnaður, reitföng og fylgihlutir og þetta er línan eins og hún er í dag. Hún hefur vaxið bara jafnt og þétt frá stofnun. Við hérna ákváðum að bíða eins lengi og við gætum með að fá inn fjárfesta og bara byrjum á að framleiða pappírsvörur á Íslandi, hérna minnisbækur og kort og notum svo afraksturinn af því til að búa til næstu vöru. Árangur sem við höfum náð, við erum sem sagt að selja í 15 verslunum á Íslandi og það hefur verið alveg hérna ómetanlegt að fá góðar viðtökur hér og hafa svona sterkar undirstöður hér á Íslandi sem að hérna, já, það er eitthvað sem er seint ofmetið. Og síðan höfum við selt til hérna 50 verslana í 8 löndum. Og bara til að gefa stutt yfirlit, það var alltaf gaman að hérna undirbúa að halda þetta erindi því að aðeins að horfa á söguna og þá fann ég þessa mynd hérna á okkur Signíu í fyrstu söluferðinni 2010. Þá vorum við búin að vera í hálft ár og hérna fórum semst í söluferð til Svíþjóðar og Danmerkur, vorum með frekar litla gjafavörulínu og fengum satt að segja ekki mikil viðbrögð við erindinu sem við sendum á verslanir, þannig að við ákváðum bara að mæta á svæðið hvort þau er og mæta í búðirnar og reyna að hitta innkaupastjórana sem er fólki sem að ræður öllu hvort að varan tekin til sölu og hérna og það gekk alveg satt að segja vonum framar. Við gengum með pappírspokann okkar og endum á því að selja upp í kostnaðinn af fyrstu vörulínunni. Þannig að hérna það er svona skemmtilegt dæmi þú veist, bara mæta og fólk vil hitta sérstaklega í þessum geira, þessum hönnunageira, hitta fólki á baku fyrirtæki. Þannig að söluferðir er eitt af því sem við höfum gert. Vörusýningar, það er hérna
Þær eru mikilvægar í þessum bransa og við höfum farið tekið þátt í 3 stórum alþjóðlegum gjafavörusýningum, auk þess að heimsækja fleiri. Og síðan bara svona nokkuð dæmi það sem við höfum verið mikið í að reyna bara að selja sem mest héðan. Þá höfum við verið að reyna bara að finna með einhverjum leiðum verslanir sem við teljum að gætu haft áhuga á okkar vöru. Hringi þær, fá að vita hver innkaupastjórinn fá nafn og e-mailadressu og annarkvort sendt pakka með sýnishornum og hringt svo fyllt því eftir, sendt tölvupósta, mynd svo aftur á okkur með rafrænum fréttabréfum og svo framvegis. Þannig að það svolítið þrautseigjan sem gildir í þessu og innkaupastjórarnir sjá þá að við erum þarna ennþá. Við erum alltaf að bæta við vörum og það alltaf að detta inn einhverjir fleiri og fleiri sem hugsa jæja þær eru ennþá og þetta alvöru vörumerki sem ég þori að fjárfesta í og kynna fyrir mínum viðskiptavinum. Þetta svona stutt yfirlit og svo bara velkomin að svara fleiri spurningum á eftir. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá Menika. Ég hef komið að stofnun og rekstri nýsköpunar og sprota og fyrirtækja í hugbúnaðarbransanum núna í 15 ár, alla minn starfsferil. Menika 3. fyrirtæki sem ég stofnaði, en áður kom ég að stofnun og rekstri Dímon hugbúnaðarhús sem var eitt af stærri hugbúnaðarhúsum hér í kringum aldamótin og fyrir netbóluna vorum seldum mikið til Nokia. Ég var líka sölustjóri hjá Mönnum og Músum sem með alla sína tekjur erlendis og stofnaði líka fyrirtæki, veffyrirtæki beint til neytenda í hlutabréfaleik þegar ég bjó í Bandaríkjunum í Boston en verið að tilengja alla minn tíma Menika undanfarið. Ég held að Menika sé eitt af þessum fyrirtækjum eins og Inga lýsir. Við höfum metnað fyrir því að selja erlendis alveg strax frá byrjun, gott ef hún tók ekki viðtal við okkur og vorum getað þessum 15. Fyrirtæki er tæplega 5 ára, hefur vaxið mjög hratt, sérstaklega undanfarið 2 ár. Eru núna 65 starfsmenn sem þreföldun á 1,5 ári. Við höfum byggt upp vöruna og tæknina hérna á Íslandi en frá upphafi tókum við það ákvörðun að byggja upp sölustarfsemi allavega fyrir utan íslenskar sölur erlendis og stefndum á það mjög snemma. Hugbúnaðurinn okkar snýst að hjálpa fólki með heimilisfjármálum, þekki þetta kannski sum. Þetta er að hjálpa fólki að skipuleggja og halda bókhald og reyna að gera heimilisbókhald aðeins kannski skemmtilegra eða minna leiðilegt. Hins vegar, við vinnum á þeim markaði í rauninni að selja hennan hugbúnað til banka, ekki kannski eins og sumir þekki þetta hér, sem við erum með vefinn meninga.is sem hægt að nota þetta beint. Yfir 90% okkar tekjum koma erlendis frá og koma frá því að selja bönkum þennan hugbúnað svona white label eins og talar þannig að þeir geta bætt þessari virkni við sína netbanka og sína mobile banka. Og við erum orðin markaðsleiðandi í Evrópu á þessu sviði, vorum mjög snemma á ferðinni hérna á Íslandi og höfum vaxið með markaðnum. Erum núna með 16 viðskiptavini í 11 löndum, aðallega í Evrópu. Vorum með 400 milljónir í tekjur í fyrra og 90 milljónir í hagnað og verðum með hátt í 2-földun á því í ár og sjáum fram á bjarta tíma. En það voru kannski þessi fyrstu skrefin í útflutningum sem voru mest áskorun. En þetta er bara svona svo sjáið aðeins hvað þessar lausnir snúast. Þetta eru svona hugbúnaður fyrir alla miðla, fyrir banka, þannig að þeir geti birt svona heimilisfjármálavirkni bæði í netbönkum og símum og spjaldtölvum og öðru. Við vinnum mjög mikið núna í símum. Notkun að færast mjög mikið þangað. Aðeins svona hvernig þetta hefur vaxið hjá okkur. Við náðum mjög snemma og við notum Ísland sem mitt svona stökkpall eins og margir aðrir hér og náðum bæði þá fullt af starfsfólki sem stutt eftir hrun sem
var ekki lengur eins spennandi að vinna fyrir bankan, það var gott hugbúnað, heimsklassa hugbúnað fólk á lausu. Þeim einn af meðstofnendum mínum var búinn að leiða netbankaþróun Landsbankans í nokkur ára, Ásgeir Ásgeirsson. Eins sýndi Íslandsbanki okkur mikið traust með því að kaupa okkur lausnina mjög snemma þegar við vorum bara með PowerPoint skjal. Og í kjölfarið fylgdu hinir 2 bankarnir og það hefur gengið mjög vel hérna á Íslandi. Stærsta skrefið var hins vegar hérna milli 2011 og 2012 þegar við seldum þetta fyrstu bönkunum erlendis. Þetta þannig hugbúnaður, þetta eru stóra sölur, þetta löng söluferli. Við settum upp söluskrifstofu í Stokkólmi í lok árs 2010 og hérna sóttum fjármögnun sérstaklega til að gera það. Ég flutti erlendis til að einbeita mér gagngert að sölunni. Það svona, alltaf hefur verið mín heimspeki í þessu að frumkvöðlar eigi helst að selja hlutina, selja vöruna sína sjálfur, allavega þangað til þeir eru svona komið með nokkur 100 milljónir í tekjur, en ekki ráða sölustjóra til þess. Síðan, já, með mikilli baráttu náðum við að selja þarna til 2 meðalstóra skandinavíska banka, Skandiabanken og Finnska Sparisjóðasambandsins. Og eftir það fer svo boltinn að rúlla hraðar. Við þarna gátum okkur gott orð og höfum smá saman byggt upp gott orðspor í þessum bransa og í fyrra og þessu ári höfum við selt til 1 til 2 stóra banka á hverjum ársfjórðungi og núna á þessu ári höfum við verið að selja til nokkur af svona stærstu og þekktustu bönkum í heimi, þannig að það hefur verið mjög góður stígandi í þessu. En ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra svo, við höfum smá tíma fyrir hérna spurningar úr salnum. En hérna kannski rétt að fá að byrja það. Að byrja kannski að heyra örstutt frá Helgu og Erlendi hvers vegna hvaða erlendu markaðir eru fyrir valinu og ákverju í byrjun. Hvaða greiningu fóruð í gegnum og kannski frá þér Inga hvort það sé einhverja niðurstöður þinni rannsókn sem geta hjálpað að maður með þessa spurningu hvert á ég að fara og hvernig á ég að vera með að því? Já, þetta góð spurning. Kannski fyrir okkur hjá Tulipop, þetta í rauninni teljum við að varan geti hérna átt góða möguleika mjög víða. Þannig þetta spurning hvar maður á að byrja og þar sem við erum með svona fysikal vöru þá hérna gott að vera ekki of langt í burtu og upp á tímamismun og alltaf geta hringt í þessi innkaupastjóra og átt samskipti og allt það. Þannig að hérna Evrópa var fyrir valinu hjá okkur og þá fórum við út í það líka að setja upp vöruhús, koma vörum í vöruhús í Evrópusambandinu til þess að geta sagt innkaupastjórunum að það væri svona innan EU shipping og þar af leiðandi minni flækjur og ágjör í kringum sendingakostnað og tollamál og allt það. Við höfum gert tilraunir með ýmislegt annað líka. Við fórum á eina sýningu í Bandaríkjunum, vorum búnar að skoða þá sýningu ansi vel og ræða við íslensk fyrirtæki sem hefur tekið þar þátt. Það gekk ágætlega, en þá kom sér til dæmis að það var ýmis vandræði kringum tollamál, háir tollar, meiri pressa á verð, svona kröfur lægri verð í okkar bransa í Bandaríkjunum. Það var svona ýmislegt sem við lærðum af þeirri sýningu. Já, en það sem sagt hérna, Evrópa hefur verið það sem við höfum verið að fókusera á og það hefur gengið einna best, en hérna í því sambandi má samt nefna að eins og fyrir okkur, það sem við líka lært sem að reyna að deila því, að við höfum farið á mjög stóra, flotta sýningu í Frankfurt 2 ár í röð sem svona leiðandi í þessum gjafavöru hönnunarbransa og gengið prýðilega og fengið pantanir frá fjöldaverslana í mörgum löndum. En það hefur líka verið svolítið challenge að fá pantanir svona víða af því að fyrir vörumerki eins og okkar þá þurfum við að reyna að styðja við söluna með því að koma Tulipop á framfæri í fjölmiðlum og sem framvegis. Auk þess sem það það að gefa út rafræn fréttabréf á mörgum tungumálum og fleira. Það flækjumálin.
Þannig að það eitthvað sem að næsta skref hjá okkur, það sem við höfum verið, vorum að klára að fjármagna bara sókn á einn ákveðin markað. Og þá völdum við Bretland af ýmsum ástæðum sem að þannig að það allavega eitthvað sem að við teljum okkur hafa lært að það sé betra að fókusera á einn ákveðin markað allan fyrir vöru eins og okkar, og þá munum við vera með vöruhús bara í Bretlandi, svo dæmi sé tekið. Já, við einbeitum okkur fyrst í raun og veru að Bretlandi og Þýskalandi og það er raunlega bara byggð á því að sá hugbúnaður sem við erum að þróa, hann er auðvitað vinnur með staðla og í raun og það er mjög auðvelt að sjá bara hvaða markar eru þroskar með tilliti til notkunar á stöðlum og því sem þeim fylgir. Þannig að með því að greina það auðvitað sjá að Bretlandi mjög framarlega þeir auðvitað mjög mikið af stöðlum koma frá Bretlandi, BSI auðvitað mjög sterkt vottunarapparat og svona bara Bretarnir hafa virðist vera mikið af stöðlum að koma þaðan eða þeir eru mjög leiðandi í þeirri vinnu, alþjóðlegu vinnu á því sviði og bresk fyrirtæki virðast vera svona hafa í gegnum árin verið dugleg við að tileinka sér þau vinnubrögð sem hægt að draga úr þeim stöðlum sem eru hvað fremstir og það svona kannski segði sig sjálft og Þýskaland líka þar á meðal en síðan auðvitað förum við líka í að nota netið og þá auðvitað breytist auðvitað allur leikurinn, þá stjórnum við raunverulega ekki eins mikið hverjir það eru sem við erum að tala við, það er raunverulega bara enskumælandi þjóðir eða þeir sem eru þá færir að nota ensku hvar sem og þá auðvitað kemur alveg nýr leikur, við erum til dæmis viðskipti í Mongólíu, það er ekki til dæmis markaður sem við höfum ætlað okkur að hafa einhver áherslu á en það er samt sem við komið, þannig að það verður eiginlega eitthvað svona algjörlega vendipunktur í okkar svona markasetningu og markastarfi að við erum með viðskiptavini Trinidad Tobago og svona eiginlega internet eiginlega svolítið svona tekur þennan fókus sem þetta markasstarf og markasfókusi að fókusera bara á breska markaðinn eða þýska markaðinn að við förum að starfa á miklu breiðara sviði og það er svona kannski það sem er líka eitthvað sem við þurfum og við höfum verið að læra inn á hvernig við höfum að nýta sem best, hvernig við höfum að nýta okkar krafta í að ná sem mestum árangri í gegnum netið sem er svona meira þá bara einn stór markaður í raun og veru. Erum við þá að ná frétta af ykkur gegnum bara netleit? Já, í raun og veru bara Google Search er nú þú veist, eins og flest ekki að vita, það er alveg ótrúlegt hvað í raun og veru það er öflugt, bara ótrúlegst að fólk er að koma inn okkur við sjáum bara hverjum degi og hverju viku og fólk hérna á heiminum, við vorum til dæmis bara í gær var ég fyrirspurn frá Mauritius sem er eyja sem utan af Madagaskar og þú veist, þannig að þetta er alveg nýr heimur og svona svolítið svona við svolítið missum kannski svolítið kontrollin á því að segja nú ætlum við bara einbeita okkur á breska markaðinum eða bara á þýska markaðinum heldur þurfum við að fara aðlaga okkur að því að vera á alheimsmarkað og hvað þýðir það, hvað þýðir varðandi markaðsstarfið, áherslur, auglýsingastarfsemi og svo framvegis. Þannig að það er líka svolítið breyting. Þegar við erum að nota þessa báða anga og erum að reyna að finna á því hvernig við getum starfað með bæði því að vera með partnera og samstarfsala á ákveðnum mörkuðum og fókusera þá og að vera að vinna í beinsölu þá í gegnum netið og öllu sem því fylgir. Þannig að það er svolítið áhugavert að hvernig við getum tekist á við þetta bæði en ná samt árangri því að þetta eins og öll fyrirtæki þá höfum við takmarka resursa og þurfum við að velja hvernig við viljum beina þeim á sem skilvirkastan hátt. Einmitt, takk fyrir þetta og Inga, þú talaðir að mörg fyrirtæki rækja sig á vegg í byrjun og er eitthvað svona einhver prósess sem þú sérð út úr henni rannsókn sem að þú nefndi það nú aðeins áðan, getur þú farið kannski aðeins dýpra í það hvernig maður að haga sér að því að greina og velja markaði? Að því ég er nú búin að læra þessa fræði á markaðsgreiningu og þá spurði ég fyrirtækin hvort þau hefðu gert ákveðna markaðsgreiningu áður en ákveðu inn á hvaða markaður vildi fara og mörg fyrirtæki sögðu bara já við veldum Bandaríkin og ég spurði og hvers vegna já við sáum bara það var stór markaður og í stað þess að fara í velja nokkra markaði og skoða hvar varan þeirra passaði best og þá ákveður bara eins og kannski Helga var að segja áðan
það sem var okkur næst eða þá að velja markað sem að var frekar stór eins og Bandaríkjunum, af því okkur finnst Bandaríkjunum vera svo flott. Þannig að mörg fyrirtæki lenda í svona slysamörkuðum þar sem þau bara detta óvart inn á markaði og en í upphafi mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki að gera ákveðna greiningu því að það getur kostað fyrirtæki bara mikla peninga að vinna ekki í þessari greiningu í upphafi. Og kannski er ítalski markaðurinn besti staðurinn eða Kínamarkaður, en við erum bara í rauninni alltaf að fókusera á löndin sem okkur næst. Og það er kannski það sem kom í ljós að fyrirtækin voru ekki að vinna þessa vinnu sem þeir átt að gera í upphafi, en síðan náttúrulega seinna meir þá fundir það út að það var kannski best að vinna forvinnu áður en fór inn á annan markað. Takk, og kannski svaraði svo líka fyrir menninga. Við sáum það að við töldum okkar hugbúna að vera svona nýrri kynslóð heimilisfjármála lausna sem kannski einfaldar og þægilegri í notkun en fyrri kynslóðir. En þetta var svona kannski einhver hreyfing sem byrjaði í Bandaríkjunum nokkrum árum áður og á þeirri ástæðu því að flestir þeir samkeppnisaðilar sem við sáum á þeim tíma voru í Bandaríkjunum og flestir hverjir bara einbeita sér að Bandaríkjunum að þá ákváðum við að reyna að taka Evrópu á meðan sem hefur gengið ágætlega eftir og völdum svo Skandinavíu lá beint við. Það var líka persónulegar ástæður fyrir því að hjá mér, kona mín á þeim tíma var í framhaldsnámi og eina krafan sem ég gerði, við getum verið annarkvort í Kaupmannahöfn eða Stokkhólmi, svo það sem væri svona nokkra helstu skandinavísku bönkunum og við reyndum að einbeita okkur að því að byggja upp orðspor og trúverðugleika á einum markaði. Svíþjóð má segja að verið fyrsti markaðurinn, það tók tíma og ýmislegt sem við gerðum þar, samstarfsaðilar tala á ráðstöfnum til að búa okkur til trúverðugleika umfram það sem við höfum gert á Íslandi og svona með mikilli baráttu þá tókst það að lokum. En núna erum við eftir svona tímamótum, eitthvað gengur ágætlega í Evrópu en erum að velta fyrir okkur hvort við nú að herja á Bandaríkjamarkaði eða kannski einbeita okkur á öðrum mörkuðum og skoða Asíu. En ég held að við snúum okkur þá að fleiri spurningum. Er einhverjar spurningar frá salnum? Já, ekki svo vel. Halló. Halló. Ég vil ágæta rödd. Heyrðist. Tekið upp, sko. Ok. Það virkar. Já, komið sæl. Ég heiti Björn Skúlason og er framkvæmdastjóri fyrir Ice-Consult, framlegð hugbúnaðarspilli Neyman sér. Mér langar til að kannski spyrja, mér fannst þú aðeins Erlendur komin inn á það, þú nefndir það færði ýmsar leiðir, partnera, samstarfsaðilar, það sölu skrifstofur, veit ég hvort þú átt á því hvort það dótturfyrirtæki og síðan netið líka. Ég fannst þú kom inn að þú ætlaðir að segja kannski betur frá hvað þið reynst betur en annað og svo og þá væri gaman að heyra af hverju og hvort það staðbundið og kannski fá komment líka frá minningar það. Eins og alveg spennandi að heyra þetta með svo að segja sögumækir netið. Þurfið þið ekki frá staðinn? Þið bara að þróa ráðgjöf sem tengist þessu og svona, það lítur að vera þar einhver, ég reikna með, það einhver ekki úttekni, ég reikna með að þessi einhvers konar innleiðingarferli sem eigi sér stað eftir sögumækir. Hvernig gerir þið það þá í Mongólíu eða Asíu? En sérstaklega langar við að heyra hvernig þið metið munin á þessu mismunandi aðferð, þar sé að vera með kostur og gallar og af hverju. Takk fyrir þetta, Björn. Kannski bara byrja á síðustu spurningunni. Þessi henni hérna. Sem sagt, við raunverulega förum ekki staðinn. Við gerum allt frá Íslandi. Það það heppinn að hugbúnaðurinn
við erum búin að vinna mikið því að hugbúnaðurinn þetta client hugbúnaður að vísu, að gera hann einfaldan uppsetningu og notum reynulega bara fjarskipta lausnir til þess að hjálpa viðskiptavinum og tökum yfir tölvur viðkomandi með þörf Þannig við hefum getað unnið þetta allt hérna, meira og minna. En við erum með dótturfyrirtæki í Bretlandi og kemur svolítið inn að því líka, kannski býta það spurningu. Þannig að við erum að gera þetta allt hérna og hugbúnaðurinn þróaður hér að sjálfsögðu og allt vinnum við raunverulega bara frá okkar skrifstofu hérna á Íslandi. Hvað hefur þá reynst vel og illa? Sko, við höfum lagt mikið, eins og með söluskrifstofu, við erum með ennþá dótturfyrirtæki í Bretlandi sem við erum ekki minna starfsemi, við eigum það bara svona upp á framtíðina að gera. En það sem kannski kom í ljós og auðvitað, held ég gömul sannleind og ný, að orka sig fyrir það að koma sér inn á nýja markað sem, þú veist, sem fyrirtæki sjálft, það rosalega kraftur sem það til. Og okkar reynsla eins og hafa verið með starfsemi í Bretlandi sjálf var svo að bara komast inn á markaðinn, skapa sér nafn, þetta bara ótrúlega langt hlaup og rosalega erfitt. Og og ég veit að mörg Íslandsfyrirtæki hafa reynt þetta og ég held að reynsla flestra að svo sama okkar að það þetta bara meira en að segja og kannski fer líka eftir hvað geira, við erum í þessum geira upplýsingu, öryggisgeira, gæðamál og þú veist, ef þú ert að fara fyrirtæki og kynna hvort sem að vöru eða þjónustu í kringu það, þá þarftu líka bara að vera með ákveðið credibility og við þó við á Íslandi erum stærst og best svona í okkar skilningi þá eins og við höfum upplifað flest öll sem að koma útflutningi, þá erum við bara lítil og þurfum að sanna okkur líka erlendis og það er bara alltaf sama sagan í sjálfu sér, það er alltaf nokkur upplifun. Hversu sem varan og þjónustan þetta skiptir það máli og það sé í lagi líka og þetta höfuðmáli. Við líka verðum með samstarfsaðila og þar þetta bara máli það líka tekur ofsalega kraft og orku að koma sér upp samstarfsaðilum, byggja upp þetta samband, tryggja að þeir séu mótiveraðir og þeir séu ekki bara með samning, heldur séu að gera eitthvað því að það er ekkert mál að taka í hendur af fólki og ákveða framtíðin verið björt í sammenningu og síðan bara gerist ekki neitt. Og þetta líka kostar orku að vera með fullt af samstarfsaðilum, reyna að halda þeim gangandi ef þeir ekki gera neitt. Þannig að kannski svona líka svolítið kannski ákveðin þroski að líka vita hvernig maður bara að loka einhverjum dyrum sem ekki að skilja neinn og bara búið til orku báða megin. Þannig að þú veist, þetta allt saman vegferð sem maður þarf að leggja sig allan í. Það engar auðvelda lausnir í þessu, það ekkert sem gerist yfir nótt í þessu. Og það bara, ég svo sem ekki fyrst til að segja það, ég held að flestir allir sem fara í útflutning þekkja þessar sögur. Nú netið á móti svona líka, þú veist, það er skemmtilegt í því að það eru kannski, og kannski sagði það ekki áðan, en við erum líka með fullt af partner sem komið í gegnum netið. Við erum með partner í Pakistan, reyndar háskóli, þetta RIPA. Við erum með partner í Ástralíu, við erum með partner í heima, við erum með partner í Bandaríkjunum og partner í Þýskalandi, þannig að þú veist, þýski partnerin kom í gegnum okkar vinnu við að afla partnera. Þannig að við höfum fengið líka partner í gegnum netið og það er svona líka svolítið format sem við erum að reyna á hvernig það er að virka, en það er svo sem alveg sömu lögmálum háð. Það er áhugi, maður þarf að vinna í því, maður þarf að átta að sjá hvernig maður getur unnið því tækifæri brautagengi og byggt það samband upp. Þannig að svara þetta spurningunni. Já, þetta svara ákveðin spurning. Partnerasambandi það reaktiv. Þið farið ekki prófa á einhverjum stað og leitið það rétt aðeins? Jú, við gerum það. Við gerum það í gegnum útstím, bæði í Þýskalandi og Bretlandi. Og niðurstaðan var reyndar í Bretlandi að opna söluskrifstofu. En við erum með partner ennþá í Þýskalandi sem kom í gegnum það. Og þannig að við höfum prófað alla þessa leiðir. Og í raun og veru kannski, má segja saman hvaðan gott kemur. Að finna góðan partner í sjálfu sér ekkert einfalt mál og ég meina stundum koma hlutni bara upp í hendurnar á þér sem þú áttir ekki von á, stundum kemur í gegnum þessa kröftugu vinnu sem þú vinnur og þetta er alltaf best að reyna að vinna þetta skilvirkan hátt, þá eykur líkurnar á því að þú finnir rétta aðlan, en stundum líka ertu heppin og hlutni bara detta inn og svo við höfum fengið gegnum netið ágætis partner og partnera, en þetta er allt vinna og allt tekur
tekur þetta kraft og maður þarf að leggja sig í þetta og búa til sambandi og viðhalda því. Einmitt, og það margt svo sem svipaði reynslu okkar hjá Monika, svipuðu leyti þá við erum að selja hugbúnað til banka, þannig að trúveruleiki skiptir gríðarlega miklu máli. Það hjálpaði að hafa selt og innleitt hugbúnaðan okkar hérna á Íslandi, en við reyndum að gera miklu meira, sérstaklega í byrjun til að fá ennþá meiri trúveruleika, fá alþjóðlega viðurkenningar á helstu ráðstöfnum sem að gekk ágætlega. Jafnframt eitt sem að gekk ágætlega á fyrstu skrefunum í þessu var einmitt samstarfsaðilar, partnerar. Við svona, kannski undantekningin frá reglunum, við bildum ekki gerðum neitt annað en að lána okkur hluta sínum trúveruleika á viðkomandi markaði, en við tókum það ákvörðun snemma að keyra sjálf svona aggressífa söludeild og nota þá frekar partnera sem svona fyrir lead generation og til að kannski opna einhverja dyr en ekki þannig að við ætlumst til að þeir seldu vöruna. En það hjálpaði okkur klárlega að vera með endursöluaðila. Stundum var að vera að selja þetta í nafni partnerarnir í byrjun en við vorum í rauninni samt að reka söluferli. Áhugavert líka með neti, það, eins og þú nefndir, þá er ekki innleiðingar á staðnum með okkur, það er gjörólegt hjá Monika. Við erum oft með 6 mánaða innleiðingarferli, kannski 1 mannár eða hálft mannár sem er innleiðing á þessum hugbúnaðum, mjög misjafnt reyndar. Þannig að við höfum orðið að við þurfum að fara á staðinn. Það að vera með svona beina sölu og þetta er oft lang söluferli, alltaf ár, það þýðir að það borgar sig ekkert nema við getum selt þetta fyrir allavega einhverja 10 milljónir í hvert skipti. Annars, þú nærði ekki öllum sölum og framvegis, það er bara eðli þess að geta haldið út í beinni sölu og fara á staðinn út allan heim að geta selt þetta líka dýrt. Þannig að þessu leitinu mun netið ekki virka fyrir okkur. Ég held að það væri líka eins og áhugavert hjá ykkur, Helga, það eru til stóra búðir og litla búðir. Það er kannski vantaði ekki sama með að hvort að þið getið ekki eitt sömu orkun í litla búðir og stóra. Er ekki þessi lögmál eitthvað að verki á ykkur líka? Jú, vissulega, og reynda náttúrulega líka með partnera. Það er náttúrulega dreifingar, bæði dreifingafyrirtæki og meira svona eins og sölu agentar sem eru starfandi í þessum bransa og það sem að það er svona svolítið þannig að sko maður fær ekki rétta partnerinn fyrir maður er orðin svolítið stór. Þannig að það gerir þetta svolítið erfitt. Þegar maður er mjög lítill þá þarf maður eiginlega að sjá söluna sjálfur sem er kostnaðarsamt. En núna erum við svona komin á þann stað að réttu aðilarnir hafa áhuga á okkur. Af það er líka stórhættulegt að sérstaklega fyrir fyrirtæki svona, já, fyrir öll náttúrulega við náttúrulega í þessum hönnunar bransa sem að ímyndin og hvernig vörumerkið er sett fram skiptir öllu máli. Það þarf að vera með rétta aðila sem að treystir til að gera þetta allt rétt og er með svona flott vörumerki sem maður vill sjást í hóp með. Þannig að það skiptir heilmiklu máli. Og líka eins og ég tek alveg undir þetta eins og með að bara velja það vel hvar maður ætlar að setja orkuna því að það bara tekur rosalega tíma að þjónusta svona aðila en það er mjög erfitt að segja nei. Þú veist, ef það kemur einhver dreifingaraðili í Hong Kong sem sýnir áhuga en það þarf að útbúa og vinna mikið að gögnum fyrir viðkomandi þá er það kannski ekkert rétt akkurat þessum tímapunkti. Þannig að þetta getur verið erfiðar ákvarðanir. Einmitt, það er okkar reynsla líka. Það er mjög erfitt að fá partnera til að virka hvort sem það er innleiðingar, tæknipartnerar eða sölupartnerar. Það er undantekningin og krefst mikill að vinna og tekur langan tíma. En er einhverja fleiri spurningar? Hvað er það sem einkenni góðan partner? Og það við langar að fá pínu svona dýpra heldur en hvað er það virkilega? Hvað er það sem einkennir partner sem þetta virkar? Já, kannski ég reyndi að byrja að svara þessu. Það er ýmislegt, það er margt í rauninni. Í fyrsta lagi, þetta er svolítið bara eins og að ráða starfsmann. Þú vilt einhvern fyrsta lagi sem að veit sem virkilega þetta unna heimavinnuna er viðkomandi með gæði. Ef þetta er innleiðingarpartner þá er það að taka tæknifólkið í viðtal eins og við varum að ráða þetta starfsfólk og sjá hvort það virkilega kunna nægilega mikið fyrir sér.
það er mjög margir sem segjast kunna eitthvað og mismunandi líka eftir löndum og mörkuðum þar sem að kannski maður býst við góðu tæknistíð en svo það ekki gott. Sama með sölu hlutan, það þarna við myndum taka viðtal við partnerinn að svipaðan hátt og vorum að ráða inn í okkar eigin söludeild og viljum að fólk skilji það í hvað það felst að ráða að selja flókna tæknilausn. Það sé ekki einhverju kúrekar sem að tækifæri sem við veit ekkert hvað þeir eru að gera eða gætu annað sem að leitar eftir einhver sem er til í að fjárfesta eitthvað sjálfur. Ef þetta er sölupartner hann til í að taka áhættu, hann til í að lofa einhverjum tekjum óháð sölum til dæmis, eitthvað revenue commitment. Það skiptir gríðarmáli, það er rétt eins og Erlendur segir, mjög auðvelt að eiga öllum tíma sínum að taka í hendur og skrifa undir samninga sem svo engu skila, þannig að það skiptir miklu máli að þú finnir einhvers konar commitment frá partnernum. Hann fjárfesti sjálfur, hvort sem það er að þjálfa starfsfólki sitt eða lofa tekjum eða einhverju slíku. Þannig að þetta væri kannski svona þessi helstu atriði. Svo líka hafa væntingar í hófi og reyna bara að taka eitt skref í einu góðu verkefni eða einni sölu og svo ekki eiga miklum tími upphaf, ekki eiga mörgum vikum í að einhvern samning ekkert þegar sem ekkert búið að segja, bara byrja mjög einfalt með einni blaðsíðu og eitt letter of intent og sjá hvort eitthvað gerist áður en að fara meiri tíma eða. Sko, þetta er mjög gott Georg. Ég held ég geti bara raunverulega svona súmmara kannski, raunverulega þetta snýst um einhverja sameiginlega hagsmuni. Númer 1, 2 og 3 eru hagsmunir. Það er að segja, ef þínir hagsmunir eru, hvað maður segja, samhengið þitt og samstæðsalans að það er nógu stórt, þá er líkunar á eitthvað geti gerst. En að finna út úr því hvort að þeir hagsmunir falli saman, það er oft á tímum vegferð, sko. Það er kannski ekki, þú veist, menn glærukynningar eru ekki endurspegla ekki endilega nákvæmlega hvort að það sé raunin eða ekki. Það menn að kynna fyrir hvoru öðrum hvað er að gera. Þannig að tíminn er það sem maður endanum ræður því hversu vel gengur og síðan ég tek alveg með Georg er að maður að passa sér svolítið á því hvað maður segja, fjárfesta ekki of miklum tíma í upphafi í einhvern veginn að reyna að setja allt í gang öðrum megin. Þetta er þetta samband og þú veist, þú finnur það með fljótt hvernig áhugin er hinum megin og líka stundum er bara fyrirtækin kannski hafa áhuga vörnin eða það passar ekki akkurat þeim tíma að þau leggja kraftin í og það getur komið seinna. Við höfum verið með samstarfsala sem hafa verið sko lengi að komast í gang og við höfum hefði við eitt rosalega miklu orku upp að þá aðla, þá höfum við rosalega óanað og kannski bara slitið samstarfinu út af okkur fundist við verðum búin kommitta svo mikið ekkert komið staðinn en maður hefur svona kannski smá þolinmæði og það er nú oft erfitt í þessum frumkvöld að gera að vera með þolinmæði en ef maður er þolinmæði til að leyfa samstarfsalunum líka svona bara svolítið að fá sinn tíma og síðan bara koma inn, þetta er svona eins og að við erum með marga öngla úti sko, þú verður bara svolítið líka að bíða eftir að setja tíminni þá sem er að toga sko og leyfa hinum að malla svolítið og kannski þetta er svona svolítið svo strategía, eða ég upplifa svolítið þannig að maður veit ekki fyrirfram hverjir eru góður og hverjir eru ekki góður endilega þó að þú getur auðvitað eitthvað síða út og þú verður auðvitað að hafa einhvers konar sýn á því hver er þín rétti samstarfsæðilegar og nota það til þess að velja uppalega þá er þetta samt sem áður tíminn er svolítið líka þarf að fá að vinna í þessu og líka bara eins og við gerum þetta þá ég er svona mjög lín og agile sinnaður búin að vera því mörg ár þannig að ég segi bara þú veist, gerum samstarfssamning og þegar komið fyrstu viðskipti þá skulum við fara og setjast niður og keyra þetta í gang afleiði viðskiptavinni svona svo eitthvað sagði show me the money og þá getum við farið að keyra hlutina í gang þangað til er þetta bara fínt sjáum hvað gerist en þegar viðkomandi farin að sína áhuga koma eitthvað viðskipti, koma eitthvað inn þá leggjum við kraftan okkur í og förum og gefum viðkomandi þá athygli sem þarf til þess að hann á árangri líka. Svo ég bæti kannski aðeins við þetta, sko eins og í okkar tilfelli erum við ofta að hitta kannski áhugasaman partner annars vegar á vörusýningum eða einhver hefur samband í gegnum netið og að menn maður hefur ekki beint kannski áhuga eða getur til að bara fljúga út á fund og hitta fyrirtækið, þú veist þá hefum við verið að reyna að þróa leiðir hvernig getum við tjekkað á hvort það sé góður aðili og þú veist það er bara svona basic
spurningar eins og bara hversu stórt fyrirtækið, þú veist, hvað eru þeir að velta, hvað eru þeir að selja til margra verslana, hvernig verslana, fá dæmi það og svo náttúrulega önnur vörumerki sem þeir eru að þjónusta og ef maður hefur eitthvað séns á að fá referens, að tala við eitthvað sem þeir eru að vinna fyrir í dag, þú veist, hvernig eru þeir að standa sig, allt þannig hjálpar og eins og fyrir okkur þar sem að partnerin hefur þá það hlutverk að kynna okkar vörumerki, þú veist, að fá að sjá myndir af básum sem þeir hafa verið með á sýningum og þú veist, alls konar svona bara svona praktísk atriði sem að geta að gefa mann einhverja fullvissu að þeir muni gera þetta vel eins og maður vill. Glæsilegt. Ég held að tíma fyrir svona 1 til 2 spurningar í viðbót. Kannski spyr ég Endilega. Virkar hann? Heyrið betur í mig núna? Alveg eins. En kannski fer það á upptökuna. Já, það sem ég að velta fyrir mér sko, það svona alltaf svo mikil svona dilemma hvað með prósentur og á þess að fá engaleyfi á þessu svæði og annað slíkt. Það einmitt það sem mörg fyrirtæki að gangi gegnum. Hvernig á að semja og semja ekki af sér og á þessi að fá engaleyfi á þessu svæði eða hinu svæði. Hvernig hafið þið verið að bregðast við því? Hvað einhver svona algild regla eða hvernig er einlega best að hafa þessi svoleiðis mál? Já, þetta góð spurning. Ég ekki vissum þessi algild regla en þetta ýmsar hættur held ég að varast í þessu. Það í mínum bransa þá kannski allt upp í 40% af hugbúnaðarleyfi partnerar að fá en það háð því þá að sölupartnerinn sé að keyra söluferlið sjálfur áfram og skili miklu valjú inn í það. Mjög algengt og jafnvel algengar en ekki að sölupartnerar sérstaklega þeir eru kannski að tala við minni fyrirtæki sem að byrja að byggja einkarétt á viðkomandi markaði. Við höfum brennt okkur á því, við höfum verið mjög treg til að veita einkarétt en höfum gert það einhvern tilfellum og alltaf séð eftir því. Það eins og koma fram mjög erfitt að fá partnerna til að virka, maður veit að ekki fyrir árið einir og hlutirnir geta breyst mjög hratt og jafnvel ef nær fyrstu sölu þá kannski eykst trúverðugleikinn og þá getur maður séð mjög eftir því að einkarétt. Þannig að það eins og kannski leiðir til að milda það. Það hægt að vera með kannski bara tímabundin einkarétt sem þá háður því að það náist ákveðin árangur en fallu gildi mjög fljótt ef að markmið samningsins nást ekki. Það stundum svona einhver millilending að maður heldur að þessi góður sölupartner. Varðandi prósentu þá held ég að það sé bara svolítið misjafnt eftir mismunandi geirum en prinsipið þar eftir því hærri prósenta eftir því sem þú skilar meiri og fjárfestir meiri í prósentum sem partner. Stór hugbúnaðarfyrirtæki sem skráð á markaði oft kannski gefa alltaf 50% til partnerna en þá líka ætlast til að sjá allt frá til og geta það kannski krafti sterks vörumerki sem IBM eða eitthvað slíkt en fyrir lítið fyrirtæki þá held ég sé heilbrigt að vera mikið sjálfur sérstaklega á fyrstu stöðunum í prósentum og þá passa að gefa bara prósentu í hlutfall við það sem verið að skila stundum bara til að fá fundinn. Þá það kannski svona okkur finders fee sem kannski á stærra gráðinni 5% eða 2%. En svo snýst þetta líka með þetta hvatinn sé í lagi ef þetta samstarfsaðili sem að velja milli að kynna þín og góður einhverja aðra þá þetta stundum getur verið betra að vera með hærri prósentu. Það bara allt einhvern veginn að vera í balans. Okkar bransa þetta svona tiltölulega niðurnelt. Það sko sölu agentar sem sjá það bara söluna og við sjáum að afgreiða alla pantanir. Það svona 15 til 20% og dreifingaraðilar sem sjá það að hafa lokal lager hjá sér og sjá dreifingu og allt slíkt til viðbótar við söluna. Þeir fá svona 35 til 40%. Kannski eitt annað, ef maður gefur stóra póstu þá ætlast maður líka að fara meiri í staðinn, meiri fjárfestingu partnersins í að gera kynningarefni eða innleiða vöruna eða hvað sem það sem þarf að gera, hvað sem það er á sölustigi eða síðar. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Það heyrist sem Árni heiti ég. Það er mikil áskorun núna það að Íslendingar stór efli útflutning og
og þá bara stóra spurningin hvernig hægt að vaxa og það stendur hérna viltu vaxa og þið hafi nú verið að segja frá hvernig þið hafi farið að þessum hlutum en svo eru hérna alls konar stofnanir í landinu sem að halda utanum að fara á messur og bransamessur og svona og hvaða reynslu hafið af því að til dæmis Íslandsstofu og er það viðunandi þjónustan þar veitt eða hafa bransarnir tekið sér virkilega saman það náttúrulega sko mér veit svolítið einhætt þarna það þarna vöru kona þarna hjá okkur en svo þið bara í hugbúnaðargeiranum en við þurfum að flytja út mjög fjölbreytta vöru og hvernig sjáu þið framtíðina fyrir ykkur í því að sækja á markaði og það ekki bara tilfellið að þið þurfum að hafa vöruþróun í lagi og koma með nýja tækni og nýja vöru 2 ári minnst til þess að bjóða eitthvað kunnum og á markanum og hvernig eru vörumerkin kynnt einu sinni var það nú þá var byrjaði að kynna vörumerkið 2-3 árum áður en að varan fór að marka til þess að reyna að kynna vörumerkið og gera það sterkt og hérna hvaða afstöðu hafið þið til þessi sem ég að segja núna, takk fyrir. Já, þetta eru ýmsar spurningar, kannski bara örstutt mín viðbrögð þessu væru kannski að mín tilfinning að vöruþróun og hugmyndir og stuðningur við nýsköpun á fyrstu stigum sé almennt mjög góður hérna á Íslandi og mikið frumkvöðlega eðlilegur drifkraftur. Það sem hefur kannski mín tilfinning að sé frekar svona vant upp að vera einmitt þekking í sölu og markaðssetningu. Það er oft talað að það sé mikill skortur á tæknifólki sem vissulega en í mínum hugum ennþá meiri og alvarlegri skortur á fólki með reynslu alþjóðlegri sölu og markaðssetningu en það er einhvern veginn minna talað um það. Varðandi stofnanirnar hér, það er margt mjög gott starf unnið og Monika fékk mjög mikilvægan stuðning sérstaklega á fyrstu stöðunum, var frá Rannís og fleirum en varðandi kannski útflutning þá hefur við svo mikið reitt okkur mikið á þessar íslensku stofnanir að þetta væri svona stuttumáli mín viðbrögð. Mér langar til að bæta við af því að ég talaði við þessi 15 sprotafyrirtæki þegar ég spurði hvort að fólk hefði almennt góða reynslu af íslenska stöðkerfinu við íslensk fyrirtæki að þá voru margir sem sagðist ekki hafa fengið viðeigandi þjónustu en kannski líka bara því að þeir leituðust ekki eftir því, vissi ekki hvað þeir ætti að leita, það er alveg fullt í boði en þú veist ekki alveg hvert þú ert að fara með þína fyrirspurn og margir sögðu það að vantaði með reynslubolta alveg og voru að vonast til þess að því að það eru komin svona stór sprotafyrirtæki orðina alvöru stórum fyrirtækjum í Íslandi að það muni koma reynsluboltar út úr því sem að munu það væntanlega vera til stuðnings við fyrirtæki sem að fara inn á erlenda markaði. Já, rauðarspjaldið fór lótt hjá knattspyrnumönnum hrjóðandi þannig að við þurfum bara að halda þessu áfram í kaffinu hérna eftir. Takk kærlega. Takk fyrir að koma.